Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Við skulum biðja. Almáttigi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbyttnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Blessa oss þessa stund í helgidómi þínum og láta oss finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son, Jesú Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen. Í Davíðssálmum standa þessi orð: Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir: hverfið aftur þér mannanna börn. Því að 1000 ár í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann liðinn, já eins og næturvaka. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Amen. Leiðir mig að vötnum, þar sem ég má næ
jafnvel þótt ég fari dimman dag, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig, þú býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum, þú smyrð höfuð mitt með olíu. Bikar minn barmafullur, já, gæfa og náð fylgja mér alla ævi daga mína, og í húsi Drottins því ég langa ævi. Drottinn minn hirði, mig mun ekkert bresta. Hann hressir sál mína, leiðir mig réttan veg, fyrir sakir nafnsins, jafnvel þótt ég fari dimman dag, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig, þú býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum, þú smyrð höfuð mitt með olíu. Bikar minn barmafullur, já, gæfa og náð fylgja mér alla ævi daga mína, og í húsi Drottins því ég langa ævi. Drottinn minn hirði, mig mun ekkert bresta. Og svo ritar postulinn: Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, Faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar, sem huggar oss í sérhverri þrenging vorri, svo að vér getum huggað alla aðra í þrengingum þeirra með þeirri huggun sem vér höfum sjálf af Guði hlotið. Því að eins og þjáningar Krists koma í ríkum mæli yfir oss, þannig hljótum vér og huggun í ríkum mæli fyrir Krist. Amen. Nu
Og svo ritar postulinn enn fremur: ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin, og hafið ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði skattar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði: sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl framar til, hið fyrra farið. Og sá sem í hásætinu sat sagði: sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmist til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar sólar upprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli: hver mun velta fyrir oss steininum frá grafarmunnanum? En þegar þær líta upp, sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær: skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjá, þarna staðurinn þar sem þeir lögðan. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Amen. Stay
Við skulum byrja með orðum séra Hallgríms Péturssonar og segja saman: Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd mín leiði þig út og inn, svo aldrei synd ég hafni. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Þegar við komum hér saman til að kveðja Fjólu Guðlaugsdóttur, leitar hugurinn til Guðs í bæn styrk og stuðning, en jafnframt til helgra ritningar í leit að huggun og von. Í Rómverjabréfinu segir Páll postuli meðal annars: Ef andi hans sem vakti Jesú frá dauðum býr í ykkur, þá mun hann sem vakti Krist frá dauðum einnig lífga dauðlega líkami ykkar með anda sínum sem í ykkur býr. Þegar ástvinur hefur kvatt jarðlífið, gott að láta sigurorð upprisunnar hughresta sig. En við verðum samt að játa að það einmitt í táknmáli hennar sem reynir mest á trú okkar og minnst á hina röklegu hugsun. Páll postuli þekkir okkur, hugsanir okkar og efa, og veit að mitt í tilraunum okkar til að skilja trúna með mannlegu orðfæri og hugsun, lendum við alltaf í vanda vegna upprisu Jesú Krist frá dauðum. Atburðar sem svo óskiljanlegur í eðli sínu. Sannfæring postulans var hins vegar örugg og styrk, og að baki orða hans til okkar hér í Stórólfskólskirkju nú býr þessi sérstaka og lifandi trú sem Fjóla Guðlaugsdóttir bjó að alla tíð. Fullvissa eilífan sigur lífsins yfir dauðanum, hvernig sem allt veltist. Sigur sem Guð kaus að sýna mannkyni í eitt skipti fyrir öll, með upprisu sonar síns frá dauðum. Öll erum við hluti þeirrar hjarðar sem Drottinn vill leiða áfram inn í nýja haga, til nýrra tíma, að nýjum lindum, jafnvel þó dauðinn hafi knúið dýra. Jesú bað Föðurinn algóðan að gefa þeim eilíft líf sem settu traust sitt á Guð, og síðustu nóttina í lífi sínu notaði hann til að biðja fyrir mér og þér. Eftir dauða sinn og upprisu bauðst hann til að koma sjálfur til okkar þegar við ættum í erfiðleikum og þjáningu, til að styðja og styrkja og til að gefa þróttinn til að vona áfram á hið góða og fagra þrátt fyrir allt og allt. Minnumst þess að Guð var, og verður huggun sorgbitnum, svölun þyrstum sálum
og athvarf frá kyni til kyns. Verum líka minnug þess að moldin hverfur að sönnu aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var, en andinn, hinn eilífi maður, hinn ódauðlega sál til Guðs sem gaf. Fjóla fæddist á Giljum hér í Hvolshreppi 3. júní 1930, dóttir hjónanna Lárettu Sigríðar Sigurjónsdóttur bónda og húsfreyju og Guðlaugs Bjarnasonar bifreiðarstjóra og bónda sem þar bjuggu. Hún var næst yngst 6 barna þeirra og sú 5. þeirra sem kveður. Áður eru látnir bræðurnir Sigmar, Björgvin, Bjarni og Guðmundur Kristvin, en systur sína og systkini lifir Smári sem búsettur í Reykjavík. Á kveðjustundu þakkar hann Fjólu samfylgd alla og vináttu og vottar ættingum hennar samúð. Fjóla ólst upp á Giljum við hefðbundin sveitarstörf fyrir tíma með foreldrum sínum og bræðrum og sótti barnaskólanám hingað að Stórólfshvoli. Sem ung kona vann hún ýmist tilfallandi störf svo sem siður var, en var mest heima við á sumrin. Ung kynntist hún Ottó Eyfjörð Ólasyni frá Vestmannaeyjum og gengu þau í hjónaband 30. júlí 1950. Saman var þeim 5 barna auðir sem öll fylgja hér móður sinni ásamt fjölskyldum sínum. Elstur Svavar sem býr í Mosfellsbæ ásamt Hólmfríði Pálsdóttur konu sinni og eiga þau 2 börn. Næstur Georg búsettur á Flúðum ásamt konu sinni Emmu Marinósdóttur. Hann á 4 börn og 10 barnabörn. Þriðji í röðinni Sólveig Eyfjörð, búsett á Giljum ásamt Jóni Smára Lárusyni og eiga þau 3 börn og 8 barnabörn. Næstur Óli Kristinn, búsettur á Eystra Seljalandi undir Eyjafjöllum ásamt Auði Sigurðardóttur og eiga þau 4 börn og 5 barnabörn. Yngstur svo Sigurður Grétar, búsettur á Ásólfsskála undir Eyjafjöllum ásamt Katrínu Birnu Viðarsdóttur og eiga þau 4 syni og 3 barnabörn. Fyrstu árin sín bjuggu Fjóla og Ottó hjá foreldrum hennar á Giljum, en fluttu svo á Hvolsvöll þar sem þau bjuggu fyrst í húsinu Tindum, en reistu sér svo hús að Vallarbraut 10, þar sem þau áttu alla tíð heimili saman eftir það. Eins og tíðkaðist var Fjóla heimavinnandi húsmóðir fyrstu árin meðan börnin voru lítil, en eftir að Grétar fæddist og eldri börnin stálpuðust, tók hún að sér ýmis störf utan heimilis. Í sláturtíðinni á haustin vann hún í pungaskúrnum sem svo var nefndur, þar sem innmaturinn úr sláturfénu var flokkaður og hreinsaður eftir kúnstarinnar reglum og þá ekki hvað síst hrútspungarnir sem voru stroknir og afhýttir og að lokum pönnufristir. Af þessum störfum, en kannski helst pungavinnunni, sköpuðust oft háværar og skemmtilegar samræður milli kvennanna sem alla jafnan unnu þessa vinnu. En strákarnir hennar Fjólu voru látnir fara með mömmu sinni í pungaskúrin leið og þeir gátu og fengu vasapening fyrir að hjálpa til. Bræðurnir Svavar og Georg voru líka fengnir til að hjálpa henni og samstarfskonum hennar hjá Kaupfélagi Rangæinga að stafla timbri sem flutt var frá skipi í Þorlákshöfn til Hvolsvallar. Timbrið þurfti að flokka eftir þykkt og lengdum og raða í bunka. Og þegar kom að útborgun áttaði Georg sig á því, þá 11 ára gamall að launum var nokkuð misskipt eftir aldri og afköstum. Konurnar báru eina spýtu á milli sín og kjöftuðu frá sér allt vit, meðan strákarnir unnu eins og í akkorði. Þær fengu samt miklu meira útborgað. Því óréttlæti mótmælti Georg við Magnús Kristjánsson kaupfélagsstjóra,
en hafði ekki erindi sem erfiði. Gott ef það var ekki bara gert grín á honum. Hann lét sig hins vegar ekki og hét því að vinna aldrei framar fyrir kaupfélag Rangæinga og hefur staðið við það. Fjóla vann nokkur haust í þvottahúsinu sem rekið var í húsinu þar sem nú Gallerí Pizza. Þar voru meðal annars vinnuslopparnir frá sláturhúsinu í Djúpadal, þvegnir, þurrkaðir og straujaðir, sem þætti nú dálítið pjatt í nútímanum. Þær héldu sameiginlega þvottadaga á Vallabrautinni einu sinni í mánuði mæðgurnar. Láretta og Fjóla og Guðlaugur afi fylgdi með til aðstoðar. Fyrst var þvegið með gamla laginu og þegar vinda kom á gömlu þvottavélina þótti það voða fínt. En seinna fjárfestu þau í sjálfvirkri þvottavél af BTH gerð sem var mikið þarfaþing. Fjóla var raunar alla tíð passasöm með þvottinn sinn og hafði sterkar skoðanir á því hvernig hann var til dæmis hengdur upp út á snúru. Þegar hitaveita var lögð í húsið á Vallabrautinni fylgdist Fjóla vel með hvernig allt virkaði og fór margar ferðir í kjallarann til að tryggja að vatnið væri rétt stillt og færi ekki of heitt út úr húsinu. Ofnastillingar voru því hennar sérsvið. Ég veit ekki hvað þær segja við í nútíma konur, en í hvert sinn sem Fjóla eignaðist barn, gaf Ottó henni eitthvað í eldhúsið og hét því að ef hún eignaðist stúlku, myndi það þýða hrærivél. Það var því Sólveig sem bar ábyrgð á því að forláta KitchenAid hrærivél kom á Vallabrautina. Þegar Óli Kristinn fæddist kom nýr ísskápur sem enn virkar ágætlega og kælir nauðsynlega brjóstbirtu í hesthúsinu í Hvítárholti hér upp í Hreppum. Fjóla var 50 þegar hún tók fyrst bílpróf svipað leyti og Grétar og lærði á bíl hjá Þórhalli Friðrikssyni í Skógum. Eftir þetta fannst henni mikið atriði að eiga fallega og snyrtilega bíla og Ottó var sannarlega látinn vita ef hann stóð sig ekki við bílaþvottinn. Hann vann alla tíð sem bílstjóri og dagur bílstjóranna í gamla daga voru oft langir og komið seint heim. Fjóla þurfti því að annast flest sem heimilinu viðkom og var klár ökumaður meðan hún var upp á sitt besta, bakkaði eftir speglum og hvað eina og fann hvað bíllinn og bílprófið veitti henni mikið frelsi. Hún annaðist garðinn við húsið sitt einstaklega vel, setti þar niður falleg og litskrúð og blóm og jurtir og eyddi gjarnan löngum stundum við að annast þær. Ottó var landsþekktur áhuga ljósmyndari og eins og tíðkaðist annaðist hann almennar myndatökur heima hjá sér fyrir alls kyns skírteini og þess háttar. Fjóla tók vel á móti öllum sem koma á Vallabrautina í þessum tilgangi, hjálpaði til við að þurrka myndirnar, gaf fólki kaffi og fékk að launum nýjustu fréttirnar. En það verður að segjast eins og að hún var alla tíð fremur forvitin og stundum svo að hennar nánustu þótti nóg Fjóla og Ottó höfðu gaman af að ferðast og bræður hennar og fjölskyldur þeirra ferðuðust oft saman landið og þá ekki hvað síst inn í Þórsmörk sem var mikill uppáhaldsstaður þeirra. Þegar þau hjónin voru yngri fóru þau ferð með Gullfossi til útlanda ásamt Sigmari og Bjarna bræðrum hennar. Þetta þóttu eins og allir vita hinnar fínustu ferðir, en sú var reglan að ekki mátti drekka áfengi fyrr en komið var út fyrir landhelgina. Þurrkurinn var því orðinn töluverður þegar komið var við í Vestmannaeyjum á leiðinni út. Þá gátu þeir bræður útvegað sér brjóstbirtu til að gleðja sig á. Og sem betur fer var þessum reglum breytt enda hefði landhelgin aldrei orðið 200 sjómílur með þessum afarkostum. Síðar fóru þau hjónin til Spánar með Bóbó bróður Ottós
og heimsóttu einnig Svavar son sinn meðan hann bjó í Noregi og Færeyjum og fóru einnig með honum til Danmerkur. Fjóla mín fór að reykja eftir að hún eignaðist börnin eins og var svo algengt á þeim árum og reykti mest fílteslausan Kamel og síðar Winston. Hún reykti mikið sem var til þess að hún fékk kransæðastíflu á miðjum sextugsaldri og hætti þá alfarið reykingum. Hún náði hins vegar aldrei alveg fullri heilsu eftir þetta áfall. Hún missti Otto eiginmann sinn 31. maí 2009 og árið eftir flutti hún á hjúkrunarheimilið Kirkjupol hér á Hvolsvelli þar sem hún átti heimili til dánardægurs. Þar lést hún 27. apríl síðastliðinn 89 ára að aldri. Fjóla var afar glaðvær kona, hávær og hláturmild. Hún hlustaði mikið á tónlist og þá helst kallaraddir og vildi spila tónlistina hátt. Hún hafði gaman af að fara í búðir, sérstaklega fatabúðir, og talaði þá hátt og mikið barnabörnum sínum og fylgdarfólki til nokkurs angurs. Hún var eins og áður segir fróðleiksfús og forvitin hvað eina sem var að gerast. Hún naut þess að fylgjast með mannlífinu og fannst til dæmis gaman að sitja bara einhvers staðar í Kringlunni þegar hún var þar á ferð og horfa á fólkið sem streymdi framhjá. Hún gat verið hispurslaus í tali og lét skoðanir sínar aldeilis óhyggjað í ljós. Þoldi til dæmis ekki tískuna að vera í rifnum gallabuxum. Þú ert eins og niðursetningur, gat þá í henni. Eða þarna situr það eins og landkanna sem hún misti líka stundum út úr sér við ákveðin tilefni. Þegar Georg misti uppáhalds hrissuna sína eitt sinn var þenn að orði, þeir missa sem eiga, sem var ábyggilega vel meint, þó strákur hafi nú verið býsna aumur og átt dálítið erfitt. Á heimilinu voru veðurfréttir, heilagar stundir, eins og við könnumst nú mörg við úr okkar uppeldi og mikið sussað á alla viðstanda svo að þær kæmust almennilega til skila. Grétar í Ásólfsskála og fleiri hefur eftir þessa veðurfrétta áráttu mömmu sinnar öðrum fremur og sussar út í lofti þegar veðurfréttir byrja og það jafnt þó enginn sé að tala og hann kannski bara einn. Og heilsan væri stundum lítið fjölleg átti Fjóla góða daga á kirkjukóli þar sem einstaklega vel var hana hugsað. Á kveðjustundu vilja börn hennar og fjölskyldur koma á framfæri, sérstökum þökkum til alls starfsfólksins þar fyrir góða og nærgætna umönnun við hana meðan hún dvaldi þar. Fyrir sérstakar þakkir fjölskyldunar skulu hér fluttar góðri vinkonu hennar, Karen Jónsdóttur frá Vindá, sem býr í Stokkólmi, beði fyrir sérstakar kveðjur og þakkir til ömmu sinnar en hann getur ekki verið hér í dag. Fjóla var alla tíð einstaklega umhyggjusöm móðir, tengdamóðir, amma og langamma. Á kveðjustundu nú þakka börnin hennar og fjölskyldur þeirra samfylgt alla, kærleika og óeigingirni í þeirra garð heilli þökk. Í hjarta sínu eiga þau öll sérstaka og dásamlega minningu sem geymast mun og verma aldur og ævi. Kæru vinir, í upphafi heyrðum við orð Páls postula andan sem Guð hefur gefið og birtist í verkum okkar á lífsleiðinni. Fjóla reyndi að feta þá leið sem hún vissi besta og nýtti vel þær gjafir, þá eiginleika sem henni voru gefnir. Í vonum eilífan og endanlegan sigur hins góða yfir hinu illa, sigur lífsins yfir þjáningu og dauða, skulum við láta orð Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi orða hug okkar þegar hann segir svo fallega: Gott er sjúkum að sofna,
meðan sólin aftan rjóð og mjallhvítir svanir syngja sorgblíð vögguljóð. Og gott sjúkum að sofa, meðan sólin í djúpunu og ef til vill dreymir þá eitthvað sem enginn í vöku sér. Á hverju stundu felum við látna vinkonu, honum sem hjartaskóp og skilur og engum bregst. Dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Kæru vinir, hér á eftir verður kistan flutt í nýja kirkjugarðinn þar sem hún verður lögð niður og þar geta viðstaddir syngt yfir hana og síðan mun hún fá hvílu við hlið Ottós eiginmanns síns. Takk í postulegri blessun. Náðin Drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé og veri með oss öllum. Amen. Drottinn, vertu oss nálægur á hverri stundu hverfullar ævi og helga jarðlífssporin, svo að vér studd náð þinni, hljótum þá arfleifð sem þú hefur kallað oss til. Blessa oss öll í lífi og dauða. Blessa þú minningarnar sem þessi stund helguð og lát þær bera þér vitni oss til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst oss Fjólu Guðlaugsdóttur. Við felum þér hana og framtíð vor allra. Veit henni þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér, fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Og allar bænir vorar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum öll saman.
Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illum, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Drottin blessi þig og varðveiti þig, drottin láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur, drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vorn Jesú Krist. Amen.